Við höldum áfram með föstudagsþáttinn og við ætlum að færa okkur núna yfir á listrænar nótur því að núna helgina fer fram listsmiðja fyrir börn í Listasafninu á Akureyri undir stjórn Ninnu Þórarinsdóttur sem vöruhönnur og barnamenningarhönnur. Vertu velkomin hingað í þáttinn, Ninna. Takk fyrir það. Það er svo margt spennandi sem þú ert að gera og fást við og bara til að byrja með barnamenningarhönnur, hvernig lýsir það sér fyrir þá sem hafa ekki heyrt þetta hugtak áður? Þetta sérst, ég læriði barnamenningarhönnun, tók master í Gautaborg í Svíþjóð og þar var verið að einblína svona aðallega á verkefni fyrir börn en með börnum. Já, sem þau taka þátt í. Sem að þau taka þátt í, einmitt. Og það er svona mjög stór, mikilvægur partur að því námi að allt er unnið með börnum eða út frá hugmyndum barna. Já. Og það þau eru náttúrulega sérfræðingar að það sem er í gangi í sínu lífi. Já, bara það sem vekur áhuga þeirra og þeim finnst skemmtilegt. Já, þannig að það er bara mjög mikilvægt að fá þeirra hugmyndir fram. Já, einmitt. Og þetta væntanlega talar mjög vel saman, vöruhönnunin og barnamenningarhönnunin. Algjörlega. Þannig að ég farið aðeins út í leikföng og þannig að þetta passar mjög vel saman. Og þú nú með alls konar dót hérna með þér. Ég bara má til með að spyrja, getur sagt mér frá svona þessum hlutum sem þú ert með hérna? Já, bara hvar eigum við að byrja? Þetta er svo fjölbreytt og litskrúðugt og... Ég er semst með bók sem að ég gerði með vinkonu minni sem að Elín Berglind gerði sögu fyrir stelpunni sína sem að var með krabbamein. Já. Og það er nefnilega, það er ótrúlega mikilvægt fyrir börn að geta haft bækur og bara hluti í kringu sig sem að þau geta séð sig í. Já, spegla þeirra tilveru. Já. Þannig að, og við fundum einhvern veginn ekkert neina góða bækur börn með krabbamein og náttúrulega þetta er náttúrulega svolítið svona hræðilegt viðfangsefni þannig séð. Já, svona viðkvæmt og erfitt. Viðkvæmt, já. Þannig að það er ekki mikið að því. Og hún bjó til þessa fallegu sögu fyrir stelpunni sína. Já. Og ég ákvað að myndskreyta hana. Og svo prentuðum við nokkra svona bækur og hún er sérst til sölu fyrir og allur ágóði fer til Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna. Já. Og þetta er sérst þessa stelpu. Já. Og bara svona hvernig það er að vera á sjúkrahúsinu. Einmitt. Og læknarnir. Og svona hvað þarf að gera, það verið að skoða blóðið og svona alls konar. Það þarf að taka einhver lyf á mismunandi máta. Já. Og hvað þetta er, svona hvernig Akkurat, hvernig það virkar og hjálpa þá börnunum að svona öðlast kannski svolítið skilning á því leiðinni. Akkurat. Já, og þetta er svo... Jú, svo út frá þessu, þetta vakti svo mikla lukku að það var ákveðið að búa til brúðu. Og þetta er sérst brúða sem að öll börn sem að fá krabbamein, þau fá þessa brúðu gefins hjá Styrktarfélagi krabbameinssjúkra barna. Og hún ásæðast, mér finnst mjög mikilvægt að reyna að hafa hana svona í kynjalausum litum. Já. Og og hann alltaf vantar á hana hárið eins og vill verða við svona meðferð. Já, og þá er hún með mismunandi húur sem hún getur sett á. Svo er hún með lyfjabrunn og sondu Þannig að það er hægt að svona skoða þetta aðeins og leika sér aðeins með þetta. Kannski nota til dæmis bara sem útskýringatæki fyrir börnin. Svona, já, nú mun þetta fara hérna, síðan lyfið hérna. Og þannig já, ég vona að þetta er eftir að vekja lukku. Já, ég er alveg viss um það. Þetta hjálpar
hjálpar örugglega mörgum að takast á við breyttan veruleika. Já, ég vona það. Og svo ertu með hérna á borðinu, það er meira, það er til dæmis sko verk sem þú ert að vinna sem er mjög spennandi, sem er hérna undir. Já. Segðu mér svolítið frá því. Sko, ég er að vinna að verkefni sem eru blindrabækur fyrir börn. Já. Og þetta sést unni með miðstöð, miðstöð blindra og sjónskertra. Og verkefni heitir Að hugsa sér og þetta verður samansafn af 4 bókum sem ég ætla að myndskreita einhvern veginn. Já, já. Sem er náttúrulega ótrúlega, þetta er eitthvað nýtt fyrir mér út af maður er náttúrulega svo vanur alltaf að hugsa allt út frá útlitinu. Já, já. Allt með augunum. Einmitt, að myndskreita fyrir blinda. Að myndskreita fyrir blinda. Það er mögnuð áskorun. Já, heldur betur. Þannig að þetta er búið að vera mikil rannsóknarvinna. Það er svona staðurinn sem ég er komin á núna. Ég er búin að vera í mikilli efnarannsóknarvinnu. Hvað getur verið fyrir gras, hvað getur verið fyrir stíg, hvað getur verið fyrir götu, hvað getur verið fyrir tré. Og það er þá áferðin og svona sem skiptir öllu máli. Já, þannig að eins og þá er ég að gera svona steina, svona kletta. Já, einmitt. Og finnur þetta er pínulítið. Já, heldur betur. Já. Þetta leit út fyrir að vera svo mjúkt, svona, en já, magna. Þannig að þetta er alveg svona, já, maður þarf að finna ýmsar leiðir til þess að vinna með þetta. Þannig að ég er að skrifa sögurnar og svo ætla ég að sauma þær út. Já, einmitt. Þetta er mjög spennandi. Já. Og allt öðruvísi, allavega ég segi fyrir mig, ég hef aldrei heyrt neitt svona áður. Nei, en það eru ekki margar bækur svona gerðar sko fyrir blinda krakka. Þetta er einhvern veginn hópur sem hefur verið skilinn svolítið eftir útundan. Já, þannig að þetta er mjög þarft verkefni. Algjörlega. Og svo frábært við fengum styrk frá Barnamenningarsjóð og Blindrafélaginu. Já. Þannig að sem gerir okkur kleift að vinna í þessu núna í ár. Magnað. Og svo er þessi gríma sem er náttúrulega ekki COVID-gríma, en þetta er fyrir smiðjuna núna helgina. Já, ég sést með þessa smiðju núna helgina sem þetta er partur af verkefni sem heitir Allt til enda. Það eru 3 listamenn og hann er að koma og vera með smiðjur í listasafninu á Akureyri. Já. Og hún er búin smiðjan sem var áður, það var textílsmiðja með Lilju Erlu. Já. Svo er grímusmiðja með mér og svo í næsta mánuði svona ljósmyndavinnusmiðja með Siggu Ellu, ljósmyndara. Einmitt, þannig að nú fá krakkarnir að spreyta sig á að gera svona grímur. Já, þannig að mér finnst voðalega gaman að gera grímur. Þannig og þemað er svolítið að vinna með verkin sem eru í safninu. Og vinna út frá því. Þannig að við munum fara með krökkunum og skoða allt. Og svo eiga þau að reyna að fá hugmyndir út frá því sem þau sjá. Já. Og þannig að ég pröfaði bara að gera það sama og ég er svo heilluð af verkunum hennar Lilju Erlu, sko. Já. Að ég ákvað að pröfa að búa til mína svona grímum með svona textíl. Þetta er mjög fallegt og skemmtilegt. Þetta er gríðarlega spennandi og sko ég veit við getum talað saman í allan dag þessi fjölbreyttu verkefni sem þú ert að takast á við. En við hlökkum bara til þess að fylgjast með þér áfram. Þakka kærlega fyrir að koma í þáttinn og segja okkur frá þessu. Æ, takk fyrir mig.